Komið sæl ykkur hálsar, í þessari smáinlögn ætla ég að fara yfir hvernig við getum notað printf-fallið í MPLAB-X til þess að prenta út í rauninni gögn á einhver jaðartæki eins og serial port svona við. Og ég ætla að fara nokkur hatti yfir þetta og í þessari smáinlögn gerir ráð fyrir að hafa þekkingu á uppsetningu á þá serial port samskiptum á PIC16F örtölunum og þekkir MPLAB-X þróunar umhverfið og hafir í rauninni þekkingu á að forrita í C eða C++ þá í X8 þýðaranum. Og persónulega er ég að nota MPLAB-X í þessu myndbandi, version 3, og ég er að nota 887 örtöluna og svo nota ég einnig forrit sem heitir RealTerm og það er bara til að kapsjúra í rauninni gögnin á serialportinu. Ég forrita örtölunum þannig að hún sendir út í rauninni gögn á serialportið og serialportið ég reyndar með USB svona RS232 konverter því að ég er ekki með svona gamalt serialport á vélinni hjá mér en það virkar alveg nógu vel og ég er sem sagt að fylgjast með hvaða gögn er að koma inn á serialportið í PIC-tölunni hjá mér með RealTerm. Og það er í rauninni góður kostur á að nota printf-fallið þar sem við getum notað í rauninni það er þá öflugu varpanir sem það býður upp á. Það er að segja að við getum verið með int eða float eða doppel og svo framvegis og skrifa það út sem strengi og við getum jafnvel stilt fjölda aukastafa og svo framvegis. Og þegar printf skrifar gögnin út þá skrifar fallið gögnin á svokallað standard output stream sem er þá hefðbundin útgangur fyrir samskipti í kerfum og yfirleitt snýr þetta að því að skrifa út streng á einhvern miðil sem notandi getur svo lesið. Og við sjáum að notkun á fallinu sjálfu er í rauninni bara alveg svo í hefðbundinni C-forritun sem flesti þekkja þá að þeir hafa tekið einhverja C-áfanga eða annars slíkt þá í bara á hefðbundinni PC-vélum og þegar við notum printf-fallið þar þá yfirleitt skrifar þetta bara beint út á konsólið eða command promptið eða hvaða þýðir við erum að nota. Og við getum í rauninni líka nýtt printf-fallið til að birta tölur frá rauninni breytum sem við búum til líka bara alveg eins og printf-fallið bara alveg eins og printf-fallið er notað í hefðbundinni C-forritun. En þá þurfum við þurfum alltaf að segja fallinu í rauninni hvernig breytu við erum að taka inn og hvernig breytu við viljum skrifa út. Þannig að ef í þessu tilviki hér sem er á skjánum að við erum með einhverja variable sem er 50 og við ætlum að skrifa printf hala variable og svo variable þá myndum við ekki fá neitt því við erum ekki búin að segja hvernig við ætlum að skrifa hann út, hvernig ætlum við að vera integer eða átt að vera float eða ef að skrifa út í hexadecimal og svo framvegis. Og til þess að birta í rauninni töluna í þessu falli þá þurfum við að nota eitt af minnstakosti 10 vörpunum sem við höfum aðgangað í MPLAB-X forritinu. Printf-fallið í rauninni virkar nákvæmlega eins bara og í hefðbundinni C-forritun, við getum notað það alveg eins, það eru aðeins sem við þurfum að modifya sem við skoðum betur á eftir. Til þess að birta integer töluna variable 50 þá þurfum við að segja til dæmis ég ætla að skrifa þetta út sem decimaltölu og í taugakerfinu og það er í þessu tilviki gert með prósentumerkinu og og svo variable og þá fáum við þá hello variable 50 og við viljum skoða þessar varpanir aðeins betur og við skulum bara skoða aðeins þessar varpanir sem er í boði í MPLAB og það eru allavega 10, það eru reyndar 11 hérna á skjánum en við erum með allt þetta hefðbundna, við erum með float og svo erum við með scientific, svo erum við með hauga af integertölum sem við getum skrifað út og þetta sem stendur hérna in radis, þetta er bara í rauninni grunntala, við erum þá bara að skrifa út integertöluna, við erum að skrifa út einhverja tölu sem í einhverju kerfi sem hefur grunntöluna þá 8 eða 16 eða 10 sem er þá oktal eða hex eða bara í taugakerfinu og hérna eru til dæmis 2x, við erum með lítið x og stórt x og þarna erum við bara að segja, við ætlum að skrifa út hexadecimaltölu og ég ætla að láta alla stafina vera með litlu stafi, ef við nota stórt x þá ætlum við að hafa það með stórum stöðum og svo framvegis. Og svo erum við með U og D sem er þá bara þessar hefðbundu taugakerfistölur sem við erum með og svo erum við með string, single character og svo erum við með snið sem heitir G og það notar þá E eða F snið og velur rauninni hvort sem er nákvæmari í hverju tilviki fyrir sig. Ég mæli ekki sérstaklega með að nota þetta, ég myndi bara ákveða sjálfur hvað þú telur vera best og svo erum við með eitthvað P í rauninni eða pointer
og allt þetta á blaðsíðu 383 í MPLAB XE8 Compiler Usage Guide og þetta ætti að vera á alltaf við hendina þegar það að forrita í MPLAB. Við skulum aðeins skoða aftur printf-fallið og það sem breytist í rauninni hér frá því það sem kannski margir þekki að núna við þurfum að hengja annað fall á printf-fallið. Printf-fallið það virkar einungis í microchip-örtölunum og MPLAB X ef við erum með annað fall með því og þetta fall heitir PUTCHAR eða PUTCHIH eða hvernig svo vilt segja það en þessi föll að þau vinna alltaf saman og þetta í rauninni það eina sem breytist að þegar við erum að skrifa með printf í MPLAB X og á microchip-örtölum að þá skrifar printf fallið að það skrifar gögnin inn í þetta PUTCHAR fall og við þurfum svo sjálf að modifya í rauninni hvað þetta PUTCHAR fall gerir við gögnin og við þurfum sérst að modifya það í að senda þá gögnin út á einhverju jaðartæki en bottom line að þessi föll að þau vinna alltaf saman í MPLAB. Ef við notum printf fallið sem bara mjög eðlilegt og gott að nota ef við þurfum að prenta út einhver gögn til einhverja jaðartæka að þá verðum við að nota og við verðum að modifya eða setja inn í PUTCHAR fallið hvert við ætlum að senda þetta og ég held að það sé bara best að ég sýni þetta í kóða og við ætlum bara að skipta yfir í MPLAB X þar sem ég ætla að nota í rauninni printf fallið og þar af leiðandi PUTCHAR fallið til að skrifa út einhver gögn á eitthvað jaðartæki. Þá erum við komin yfir í MPLAB og ég hef búin að búa til mjög lítið og trivialt forrit. Ég ætla að renna mjög fljótt yfir hvernig forritið er sett upp. Ég er með einhver stöðugildi hér og svo er ég með, þegar ég dett inn í main loopuna mína, þá er ég með fall sem heitir pick initialization og þar er ég bara að stilla í rauninni hvaða var útgangar og hvaða klukkur hafa ég ætla að nota á svo framvegis. Svo er ég með usart init sem er þá í rauninni serialporti, hérna er bara að setja upp serialporti, hvernig ég ætla að nota serialporti á örtölunni og svo er ég með port B RB1 sem high, þetta er bara til að kveikja á díóðu á borðinu hjá mér, þetta er svona fínt fyrir debugging. Svo er ég með einhverja variable hérna, til að klera einhverja variable sem er 50 og ég vil skrifa þetta út á serialportið mitt og fá þetta í rauninni í real term capture format sem hlusta þá á serialportið og við skulum bara byrja á því að skrifa eitthvað út á printf fallið og ég ætla að skrifa bara variable er sama sem og svo vil ég skrifa út einhverja breytu sem ég bjó til sem er variable í þessu tilviki, variable þannig að það sem ég býst við að sjá á textanum núna eða það sem ég myndi vilja sjá á textanum eða á skjánum er þá variable er sama sem og svo gildi þessara variable hér sem er þá 50 en hér er ég ekkert búinn að segja printf fallinu hörðu fyrirgefðu ég vil á prentir þetta variable út sem í hexamal eða oktal eða decimal og svo framvegis og pluss það núna að printf fallið veit ekkert hvert þetta er að senda það sendir þetta bara á eitthvað PUTCHAR fall sem eins og ég sagði áðan en við erum ekkert búin að búa það til þannig að við skulum búa það til núna og ég ætla gögnin sem koma í þetta fall eru frá printf fallinu þannig að ég segi þá unsigned char og bara gefi því eitthvað nafn data og nú skulum við búa til í rauninni fallið, hvert gögnin fara og hvernig þetta virkar er þannig að printf fallið að það byrja kannski að senda hérna ok, ég ætla að senda fyrsta stafinn vaff og ég sendi það yfir í PUTCHAR fallið hérna og það kemur inn sem data og svo bara hvað vil ég gera við þetta data og printf fallið sendir bara einn staf í einu. Ég ætla að senda þetta yfir á serialportið þannig að þetta kannast þetta, þið eru byrjuð að nota serialportið trmt
svona, ég vil ekki senda þetta nema að fallið sé á, nema serialportið sé á lausu, og ég ætla að senda hvert, ég ætla að senda þetta á TX registerinn og ég ætla að senda data. Þannig að það sem gerist er að vaffið hér, að printf fallið byrjar að senda þetta, það sendir vaffið hérna upp, það kemur inn hérna í putjar fallið sem data, og ef að fallið er á lausu og þá held ég áfram og þá segi ég að TX registerinn, að hann er sama sem draslið sem ég tek inn hérna, sem er þá vaff, þannig að ég sendi þá út 1 vaff. Og þegar hann er búinn að því, þá tekur hann A, svo tekur hann R og svo framvegis. Og ég ætla að opna hérna realterm og það er kannski tekið eftir því að ég er ekki búinn að specifya í rauninni hvernig ég ætla að skrifa þetta variable út. Ég ætla að skrifa þetta út sem decimal eða hex eða octal eða eitthvað. Þannig að ég ætla að skilja þetta bara eftir svona núna til að byrja með, og svo getum við séð munin á því að þegar ég er búinn að segja í hvaða formi þetta á að vera. Þannig að ég ætla að compila þetta. Þetta compilar og hérna fáum við programming verified complete, þannig að ég ætla að kíkja hérna yfir. Ég er að örtala mínu forritið til að senda út 2400 baud rate og ég er á communication porti 4, þannig að ég ætla að opna. Hérna fáum við gögnin sem er að koma inn og þau eru nú ekki, þetta er nú ekki á sérstaklega notendavennu formi, og við skulum pása þetta aðeins hérna, loka þetta aftur. Að við fáum hérna þá variable er sama sem, en það vantar í rauninni variableið sjálft hérna. Þegar við erum ekkert búin að deklara hvernig þetta er, og pluss það að ég hefði viljað fá bara nýja línu í rauninni eftir hvert. Það er mjög leiðilegt að fá þetta svona í svona kragi, þannig að við skulum breyta þessu og ég ætla að segja að þetta sé bara decimaltala sem er þá U, en ég vil líka fá nýja línu og fá þetta í rauninni svona lista niður. Þannig að við skulum compila þetta aftur. Núna erum við búin að taka fram að þetta sé decimaltala sem við ætlum að senda hérna út, þessi hér, og við viljum fá hana í decimal formi. Og verify complete, opnum fallið og þá fáum við þetta svona, þá fáum við hérna variable er saman sem 50 sem er þá rétt hérna. Við höfum sem sagt þá farið í gegnum, við höfum sýnt hvernig við getum sendt gögn út á serialportið. Munið bara það að þetta hérna er lykillinn að öllu. Ef ég myndi alltaf senda þetta, segjum að ég ætla að senda þessu gögn til dæmis á SBE-portið eða bara eitthvað annað port, þá myndi ég þurfa að skilgreina það hér, þá þurfti ég að senda þetta á einhvern annan register eða búa til eitthvað annað, að búa til annan kóða þá inn í þetta fall sem myndi þá gera það sem myndi þá skila því á því stað sem það ætti að fara. Ok, þannig að þetta er aðeinslegt, við getum sendt gögnin á portið, allt er aðeinslegt, er einhverju gallar? Já, en þeir eru yfirleitt það smávægilegir að við erum kannski ekki að velta okkur upp úr því. Það er eitt sem ég ætla að minnast á, að við verðum auðvitað að hafa hérna stdio.h inklúdað, því að printf-fallið að það sækir þau gögn sem það þarf til að vinna úr printf-fallinu í þetta hér. Og ef við þurfum að sækja einhver gögnað inn í þetta conversion hérna og þetta fall hérna, það kemur bara ekki úr einhverjum hatti, það sækir upplýsingarnar sem það þarf til að búa til þessa strengi hérna einhvers staðar, og það sækir það í þennan fæl hér. Og ef við ætlum að nota eiginleika fallsins, það þýðir það að við þurfum að forrita þá eiginleika inn á kubbin líka, og það hlýtur að taka pláss. Þannig að hérna er ég með, ef við kíkjum hérna í vinstri neðri gluggann, þá sjáum við erum að nota hérna í program memory, þá erum við að nota 5% af minninu. Og ég veit fyrir víst að float tölur, við látum hérna, fáum bara float tölu og við ætlum að hafa bara eitthvað takk í 6 stafi og einhverja aukastafi, og svo ætla ég að gera float hérna. Ég veit að ef hún er að vinna með float variable, að það tekur gífurlega mikið vinni, að því að hún þarf að taka þá miklu meira af gögnum úr þessu skrá hérna inn á kubbin með sér til að geta umbreytt sér yfir í float. Þannig að ég ætla að builda þetta
og takið eftir hvað minnið hérna stækkar. Hérna erum við allt í einu komið með 61%. Við erum að fara að nota 61% af minninu á kubbunum, þannig að þetta skiptir gríðarlega miklu máli en sem betur fyrir þetta að fá kubba með tölvöld stærra minni. Þessi kubbur nú ekkert með sérstaklega stórt minni. En bara að þetta svona það helsta sem sem maður getur kannski talað sem galla. Það tekur rosalega mikið minni. Þið sjá það að leið og ég breyti þessu aftur yfir í, pröfum bara að breyta þessu oktal og compila 4%. Þannig að það skiptir máli hvernig datatípu þú ætlar að varpa þessu yfir í, hvernig þú ætlar að representa þetta, af því að ef þú ætlar að segja, ef þú ætlar að nota þetta sem float, þá þarf hann að ná í, ok, ég ætla að ná í öll þau gögn sem ég þarf til að skrifa þetta sem float. Ég held að þetta sé komið gott í hennan smá fyrirlestur sem átti að vera hann, en þetta er orðin 15 mínútur, þannig að þetta er kannski ekki smá innlögn lengur, en vonandi hafið þið aukið einhvern skilning hvernig þið getur notað printf fallið í MPLAB.